Verið öll hjartanlega velkomin í loftsalinn í dag og gleðilegan hvíldardag og gaman að sjá ykkur öll hér í dag og ég vil bjóða alla gesti sérstaklega velkomin. Skulum hefja þessa stund með bæn. Drottinn minn og Guð minn, ég þakka þér fyrir það að við getum komið hér öll saman sem systkin og tilbeðið þig. Vilt þú vera hér mitt á meðal okkar og leiða þessa samkomu. Í Jesú nafni. Amen. Og nú skulum við byrja því að syngja sálmi númer 30, Guðs kirkja er byggð á bjargi. 30. Já, við erum lánsöm fyrir sálmanna hans Friðriks Friðrikssonar sem að stofnaði KFUM á Íslandi. Hvílíkur innblástur hjá manninum. Og næst ætlum við að syngja sálm eftir hann Matthías Jochumsson, ástsæla ljóðskaldið okkar sem að samdi þjóðsöngin. Og það er sálmur 330 af Heilagleik meira. 330. Amen.
dásamlegu boðskapu, finnst ykkur það ekki? Já, nú skulum við rísa á fætur og við skulum lesa saman í predikaranum og ætlum að lesa síðasta kaflan í predikaranum, 12. kaflan. Þetta predikarinn 12, 13 til 14. Predikarinn 12, 13 til 14. Þetta texti sem að ræðumaðurinn hefur valið sér í dag. Við skulum hlýða á niðurlagsorðið í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð, því að það á hver maður að gjöra. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm, sem haldinn verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. Við skulum biðja. Kæri Drottinn, ég þakka þér svo innilega fyrir þína miklu náð sem að þú veitir okkur og þakka þér fyrir að við getum komið frelsuð fyrir þinn dóm. Þakka þér fyrir að þú sendir son þinn Jesú Krist til okkar fyrir að deyja fyrir okkur. Drottinn, ég lofa þig fyrir þessa dásamlegu gjöf að þú hefur búið til leið fyrir okkur veginn til þín. Já, ég biði Drottinn minn að hjálpa okkur að vera ljós í þessum heimi og lýsa öðrum til þín. Viltu kenna okkur, Drottinn, og viltu umbreyta hjörtum okkar? Viltu hjálpa okkur að vera eins og þú? Ég biði fyrir öllum þeim sem hafa ekki komist hér í dag. Ég biði þig að vera með ræðumanninum og vilt þú tala til okkar með þínum heilaga anda. Og ég legg þessa stund í þínar hendur og ég legg okkur öll í þínar hendur. Megi þú blessa okkur og leiða í Jesú nafni. Amen. Þá það sálmur númer 363. Ég flý í það skjólið. Þetta tiltölulega nýr sálmur fyrir mér og ég hlakka til þess að læra hann aðeins betur. 363.
Annar risi sálmaskáldanna, Pétur Sigurðsson, dásamlegur sálmur. Já, nú er komið að því að taka upp gjafir og þær renna til safnaðarsjóðs. Þeir sem vilja gefa líka í gegnum banka, heimabanka, þá eru hérna upplýsingar. Gjörðu svo vel. Drottinn, við þökkum þér fyrir alla þína góðu gjafir og þakka þér fyrir að þú blæst okkur brjóst að gefa tilbaka. Vilt þú blessa þennan pening og margfalda og hann megi vera þínu starfi til blessunar og þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakka, nú komið að ykkur. Nú ætlum við að syngja barnasalminn. Og hann er númer 319, eins og þið hafið tekið eftir, þá er þetta uppáhaldssalmur minn, þannig að ég ætla að fá að syngja hann aftur. Það er Ó Jesú bróðir besti, því hann er besti vinur okkar og bróðir okkar. Oh
vá, krakka, hvað þau eru duglega að syngja með. Og nú ætlar hann Maxwell að segja ykkur sögu, vil ekki koma fram fyrir að hlusta á hann og heyrið ennþá betri í honum. Og ég ætla að þýða fyrir Maxwell nema hann ætla að fara með söguna á íslensku. Nei, þú ætlar ekki að segja hann á íslensku. Nei. Putting me in trouble. All right, very good. So we have 3 children here in the front. You want to come here too? Viljið þið koma hérna líka? Good morning and happy Sabbath. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Yeah, this morning I'm going to tell you a story about the wisest man that ever lived on this earth. Í dag ætla ég að segja ykkur frá manni sem var vitrasti maður sem hefur nokkuð tíma verið á jörðinni. Do you know his name? Vitið hvað hann heitir? Mentioned in the Bible. Það minnst á hann í Biblíunni. Do you know the name of King Solomon? Kannistu við Salomon konung? Okay. He was the wisest person that ever lived on this earth. Hann var vitrasti maður sem hefur nokkuð tíma verið hér á þessari jörð. But his wisdom did not come from just anywhere. En þessi vísdómur hans kom ekki bara einhvers staðar frá. God was pleased with him. Guð var með honum. So God wanted to bless him. Guð vildi blessa hann. So he asked Solomon, what is it that I can bless you with? Og Guð spurði Salomon, með hverju get ég blessa þig? And he asked God to bless him with wisdom. Og hann bað Guð að gefa sér visku. And that is what he got. Og það var það sem hann fékk. And we have to learn today that he really was a wise person. Og við þurfum að læra í dag að Salomon var mjög vitur. Because Judah is going to talk to us about his preaching as to how he wants us to live our lives. Júdel ætlar að tala til okkur hérna eftir úr einhverju sem hann var að segja og því sem hann var að mæla með hvernig við að lifa okkar lífi. So we really need to be very sure that he was a wise person and we should take his instructions. Þannig að við þurfum að vera alveg vissum að hann hafi verið vitur og að við eigum að fara eftir hans leiðbeiningu. Now in his kingdom, Í konungdæminu hans there were 2 women living in the same house. þá voru 2 konur sem bjuggu á sama heimili. And both of them gave birth to 2 children around the same time. Og báðar eignuðust börn á svipuðum tíma. Okay, one of the baby died, Og eitt barnið dó. and the woman whose baby died Konan sem átti það barn, started claiming that the other baby belongs to her. hún fór að heimta að hitt barnið hinna konunnar að hún ætti það. So she started quarreling and fighting with the other woman, Þannig að hún fór að rífast við hinna konuna telling her that you have stolen my baby. og sagði við hann að þú ert búin að stela barninu mína. This is my baby. Ég á þetta barn. But that woman said, no, this is my baby. En hinn kona sagði, nei, þetta barnið mitt. So this fight kept on going. Og þær héldu áfram að rífast þetta. And eventually, this fight was brought to the king, King Solomon. Og að lokum þá fór þetta mál fram fyrir dóm, fram fyrir konungin. Both of the women were claiming that this is my baby. Og báðar konuna sagði, þetta mitt barn. Now, if there is no witness to such an incident, En ef það var engin vitni að þessu atviki, it is very difficult to determine whose baby that is. þá er þetta erfitt að segja hver átti hvaða barn. At that time, they did not have DNA tests. Þarna var ekki hægt að mæla DNA So there was no way that Solomon could know. og þannig að Salomon gat eiginlega ekki vitað. But God had blessed him with wisdom. En Guð hafði gefið honum visku. So when he could not determine or the women were not giving in, Þannig að þegar hann gat ekki alveg ákveðið og þær gátu ekki verið sáttar, konunnar, so he said, okay, I have an idea, I'm going to do something. þá sagði hann, hei, ég fæ hugmynd. Ég ætla að gera þetta aldrei. He said, I'm going to cut the baby into half, Ég ætla að skera barnið í tvennt and I'll give half to one and the other half to the other. og þá ætla ég að gefa þessari konu annan helminginn og hinni konunni hinn helminginn af barninu. When we look at that decision, we think it's not a very wise decision. Og þegar við hugsum þessa ákvörðun, þá er þetta nú ekki rosalega gáfulegt. But that's what he suggested. En þetta var það sem hann mælti með.
And all of a sudden, Og allt í einu, the real mother of the baby, þá hrópaði hinn sanna móðir barnsins, she said, "No, king, please don't hurt the baby. nei, konungur, ekki meiða barnið. Please give the baby to the other woman. Gefðu barnið til hinnar konuna I frekar. just want to see this baby living." Ég vil bara að þetta barn lifi. But the other woman En hinn konan, said, "King, that is the wisest thing that you can do. hún sagði, þetta var mjög Yeah, gáflegt hjá cut the okkur. baby into half." Já, skerðu barnið í tvennt. Now, what do you think the king did? Hvað haldið að konungurinn hafi gert? Did he cut the baby into half? Skar hann barnið í tvennt? No, he did not. Nei, He could easily determine who that baby belongs to. hann gat alveg séð núna hver átti barnið. He knew that the woman that wants the baby to live Hann vissi það að konan sem vildi að barnið myndi lifa is the real mother. væri hinn raunverulega mamma. So he gave the baby to that mother. Þannig að hann gaf barnið til þeirra konu. So we can see how he used the wisdom that God had given to him. Þannig að við getum séð hvernig hann notaði viskuna sem Guð gaf hann. And God wants to bless us with many things also. Og Guð, hann vil líka blessa okkur með alls konar. If the kind of lives we live Ef að við lifum þannig lífi are pleasing in God's sight, og við viljum þóknast Guði and whatever we ask of him, og hvað það sem við byggjum hann if God knows that we are going to use it for his glory, ef að Guð veit að við ætlum að nota það honum til dýrðar and if he determines that we need it, og ef hann sér, já, þú Just þarft á þessu að halda, just like he gave wisdom to Solomon when he asked, alveg eins og hann gaf Salomón visku þegar hann þurfti á því að halda, he is also going to give it to us. þá mun hann einnig gefa okkur þessu visku. So remember always, God is there to give us what we need and what he believes we will use for his glory. Og muni að Guð mun alltaf gefa okkur það sem að hann telur að við þörfnumst og það sem við munum nota honum til dýrðar. Thank you for listening. Takk fyrir að hlusta. God bless. Guð bless ykkur. It's good to be back home. Gott að vera komin heim aftur. One of the best summer vacations I have, Þetta eitt af bestu sumarfríunum sem ég hef farið í. to be with my grandson, our Wow. grandson. Fá að vera með barnabarninu okkar. 8 months old, so good age. 8 mánaða gamall. Þetta er svo góður aldur. I swam with him, Ég var að synda með honum, played with him, var að leika við hann, have worship with him. var að tilbiðja með honum. It's so nice feeling, Þetta er svo góð tilfinning. and God is truly blessing us. Og Guð, hann er svo sannarlega að blessa okkur. Gavin requested me today to preach Gafin bað mig að predika í dag, because he was called in to preach in Akureyri. því hann var beðinn að fara til Akureyrar að predika þar. And he wants to give this greetings to all. Og hann vil skila kveðju til allra. And also maybe I should do the announcement that Beatrice is going to be baptized next Sabbath Og ég þarf að gefa ykkur þá tilkynningu að Beatrice mun skýrast næsta hvíldadag during our summer camp á sumarmótinu, at 4 p.m. on Saturday. klukkan 4 á laugardeginum. Another best thing happened in my vacation, which my husband didn't know. Didn't. Já, annað frábært sem gerðist sem maður með veit ekkert I forgot to tell him. Ég glemt að segja hennu frá því And when I was driving here, I remember that. og þegar ég var að keyra hingað þá myndi ég eftir því. We went to SeaWorld, Við fórum til staðar sem heitir SeaWorld and I had the best rides ever in 3 of the highest roller coasters. og ég fór í einn af stærstu rússibönunum. And I was not allowed actually because my sister, who is a medical doctor, told me you're not supposed to ride those heights, you know, the roller coasters. Og ég mátti ekki gera þetta vegna þess að systir mín sem er læknir, hún sagði ég mætti ekki fara í svona út af bakinu. But I had the best time of my life. I felt like so young, not a grandmother anymore. En ég skemmti mér svo vel og ég var hann svo ung og ég var ekki lengur amma einu sinni. So that was one of the confession to my husband for now. Já, ég var að viðurkenna þetta fyrir manninu mínum núna.
When we were flying out to Florida, Þegar við vorum að fljúa til Flórida, my sister and I, þá var ég og systir mín we watched this movie, a suspense one, að horfa á spennumynd. and we shared the earpiece. Við vorum að nota sama heyrnartóli. And when it is getting into a scary part, we have to turn off the sound, we have to take off this earpiece. Og þegar það var komið að hættu atriðinu þá þurftum við að lækka niður hljóðin og taka af okkur And also close their eyes. heyrnartækin og loka augunum. But at the end, when everything was safe and finished, Og þegar allt var lokið og öllum var borgið, we were saying, oh, that was really a very tough movie. og þá hugsaum við, vá, þetta var erfið mynd. And then I was surprised when she told me, I'm going to watch it again on our next leg of our flight to Florida. Og ég var hissa þegar hún sagði, ég ætla að horfa á hana aftur þegar við förum til Flórida. And I was surprised. I said, why? Ég var að hugsa, af hverju? Because she said she knows the ending of the story. Af því að hún sagði, já, því að nú veit ég hvernig hún endar. This is exactly what Solomon said in Ecclesiastes 12:13-14. Þetta akkur það sem Salomon sagði í predikaranum 12. kapla 13. og 14. versi. The end of the matter. Hvernig þetta endar allt saman. And this is the title of our sermon. Og þetta titill ræðunar. Let's pray. Við skulum biðja. Heavenly Father, Himneski Faðir, if we only know the ending of our stories, ef að við vissum bara hvernig saga okkar endar, we will always fix our eyes on you þá munum við alltaf einblína á þig and think the beautiful and wonderful blessings you have given us. og hugsa alla þær dásamlegu blessanir sem þú hefur gefið okkur. And the rest of the things around us just grow dim. Þannig að allt annað í kringum okkur fer í skugga. Pray for the Holy Spirit Ég biði fyrir heiligum anda, to touch our hearts, hann megi snerta við hjörtum okkar. to understand what you have for us today. Svo við getum skilið það sem að þú hefur upp á að bjóða hér í dag. In Jesus' name, amen. Í Jesú nafni, amen. Have you ever thought the Hafið true value of your life here on earth? þið einhvern tíma velt fyrir ykkur hvers virði líf ykkar er hér á jörðinni? This world has certain norms on which the value of each individual is based. Já, hér í þessum heimi þá eru viss svona viðmið sem hann hefur til þess að meta líf hvers og eins. You may be able to decide or determine the value of a person based on his or her skills, Og það hægt að meta fólk hvers virði það er með því hverjir hæfileikar þeir eru talents, knowledge, og þekking or educational attainments. eða menntun. But the most common way to determine the worth of each person En það sem algengast að meta fólk af is based on his or her material wealth. Byggt á því hversu mikið fólk á af efnislegum gæðum. So the world has this big formula. Þannig að heimurinn með þessa formúlu, Your total assets allt það sem þú átt, minus your total liabilities or debts mínus allt það sem þú skuldar, equals your total worth. og það þýðir það hvers virði þú ert á heildina litið. And based on this formula, Og byggt á þessari formúlu, some of us may be worth only a few million or very even lower than that Icelandic kroners, og þá getur við kannski verið nokkura miljóna króna virði með af íslenska krónur, and others hundreds of millions. og aðrir kannski hundruði miljóna. So according to the norms of this world, Þannig að samkvæmt því sem heimurinn okkar miðar við, some of us are worth nothing. að þá eru sum okkar einskisvirði. Others somewhat, Sumir svona eitthvað aðeins, and maybe a very few are worth a lot. og svo nokkrir eru mikilsvirði. So to top this cruelty of measurement of worth, Þannig en til þess að ná toppi þessa grimma verðmætis, we as individuals, as much or as little in this world, við sem einstaklinga, hvort sem við erum mikið eða lítið í þessum heimi, based on our financial worth, byggt á okkar fjárhagslega virði. so the sad reality of this world is that our society, Þannig að þinn sorglega staðrend í þjóðfélaginu okkar our communities,
já, í okkar samfélagi and people around us og hjá fólkinu í kringum okkur. give us importance based on our wealth that is based on the norm set by this world. Og þau gefa okkur það virði sem þessi heimur ákveður. Sometimes our voice and our presence Stundum rödd okkar og nærvera hold as much weight as our worldly wealth. skipta alveg jafn miklu máli eins og veraldlegur auður. So looking at things from the perspective of the worldly norms, Þannig að ef við lítum frá sjónarhól gildis þessa heims, we are worth and based on how much we matter to the world. að þá erum við metin samkvæmt því hversu mikils virði við erum fyrir heiminn. Sad reality. Þetta sorgleg staðreind. But though this is sad reality for the people of the world, Þó svo þetta sé sorglegt fyrir fólkið í heiminum, we as Christians need not to be sad about this worth measurement of the. við sem kristin þurfum ekki að vera sorgmætt yfir þessari mæli einingu virðis. Because our value Því að virðið, and how much we matter virðið okkar og hversu mikils virði við erum, is not determined by the temporary formulas of this world, við fáum það ekki frá þessum tímabundnu formúlum heimsins, but by the eternal promises and hope given to us by our Creator. en frá þessari von og virði sem að skaparinn okkar gefur okkur. Our Redeemer and Sustainer, Hann okkar frelsari og hann sá sem að heldur okkur við, our uppi. Lord and Savior, Drottinn okkar og frelsari, Jesus Christ. Jésús Kristur. To Him, whether you're rich or poor, Við honum, hvort sem við erum rík eða fátæk, you matter the same. þá erum við, þá skiptum við hann máli alveg sama hvað. And even though the world may only acknowledge you based on your riches, Og þó svo að heimurinn kannski metið bara samkvæmt ríkidæmi þínu, He does not. hann gerir það ekki. He takes notice of every emotion you go through. Hann tekur eftir hverjum tilfinningu sem að þú fer í gegnum. He notices every pain you feel, Hann tekur eftir öllum sársauka sem að þú finnur every error you make, og öllu því sem þú gerir rangt, every sin you commit, allri þeirri synd sem þú fremur and He feels every sorrow Uh-huh. you go through. og hann finnur fyrir hverju sorg sem að þú þarft að fara í gegnum. He smiles at every moment of joy that you experience in your life. Og hann brosir við hverri gleði stundu sem þú ferði gegnum í lífinu þínu. And He notices every moment of obedience and disobedience. Og hann tekur eftir því þegar við erum hlýðin og þegar við erum óhlýðin. Everything that happens with you or you do, Allt það sem þú gerir eða gerist fyrir þig, no matter how big or small, alveg sama hversu stórt það eða lítið, bad or good, slæmt eða gott, He take notice of it because hann tekur eftir því. you matter to Him. Vegna þess að þú skiptir máli fyrir honum. In Matthew 10:30, Í Matteus og Guðspjalli 10:30 it is written that He has even numbered the very hair on your head. þar kemur fram að hann telur jafnvel höfuðhárin á okkur. So that is how much you and I matter to Him. Og það akkur það sem að sýnir hversu mikils virði við erum fyrir honum. Not even one hair falls off your head without His knowledge this very morning. Ekki einu sinni eitt hár sem að fellur á hári þér fer ekki fram hjá honum þennan morgun. Now, that we know how much we value to Him or matter to our Heavenly Father, Og til að sýna hversu mikils virði við erum fyrir okkar himniska föður, we also need to acknowledge that everything that we do, þá þurfum við að viðurkenna allt það sem við gerum, plan or say, áformum og segjum, matters to Him a lot. skiptir máli fyrir honum. How we behave when no one is watching, Hvernig við hegðum okkur þegar engi sér til, what we say to each other, það sem við segjum við hvort annað, words we use for one another, orðin sem að við notum og veljum fyrir hvort annað, the way we treat each other, hvernig við komum fram við hvort annað, the way we conduct our business, hvernig við stýrum fyrirtæki okkar, our every word, hvert orð every action, og hver verknaður every gesture, og ég veit ekki alveg hvernig á því það, gesture, bara
Já, bara framkoma. And every behavior mattered to Og him. alveg sama hvaða hegðun, hún skiptir máli fyrir honum. He's watching us even right now. Hann að fylgjast með okkur núna. He's keeping account at the end. He will hold us responsible for every good and evil deed. Og hann mun gera okkur ábyrg fyrir öllu því sem við höfum gert, gott eða slæmt. According to our scripture reading in Ecclesiastes 12:13-14, Og samkvæmt predikaranum 12:13-14, I will read again. In the end of the matter, I um, will read first maybe. já, okay. All has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. 14, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Við skulum hlýða á niðurlagsorðið í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð, því að það á hver maður að gjöra. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm, sem haldin verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. Commentator Phil Ryken says, Phil Ryken, sem líklegast maður sem að skrifa Biblíuna, Bible commentator. the final message of Ecclesiastes is not that nothing matters in the end, Þá hann að segja að loka boðskapur predikarans þýðir ekki að það sé ekkert sem skiptir máli í lokin, but that everything matters in the end. að allt skiptir máli að lokum. So just imagine this. Ímyndið ykkur þetta. One day, Einn dag, we will stand before God to give an account þá munum við standa frammi fyrir Guð og við þurfum að gera reikningsskil. when he will bring every every deed, not good, every deed into judgment. Og þá mun hann koma með hvern verknað til dóms. It is the only right thing, isn't it? Það ekki það eina rétta. Because he created us. Því að hann skapaði okkur He cares about what happens in our life. og hann ber umhyggju fyrir okkur And what we do with our lives. og það sem við gerum með líf okkar. So he has the right to judge the outcome. Þannig að hann hefur rétt á því að dæma hver útkoman verður. And that day will come. Og þessi dagur mun koma. Is coming soon. Hann að fara að koma And we will be held accountable. og þá munum við þurfa að gera reikningsskil. It may sound like a scary thought. Maður getur orðið aldrei hræddur við tilhugsunum. But we should not be surprised with it because we have been warned about in his word. En við þurfum ekki til að vera hissa vegna þess að við höfum verið vöruð við í hans orði. There are so many Bible verses to support this, but I will only read one in 2 Corinthians 5:10. Það mörg biblíuverð sem tala þetta, en ég ætla bara að lesa eitt sem í 2. Korinthubréfi 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstól Krists, til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það gott eða illt. So how we live in this day, Þannig að samkvæmt því hvernig við hegðum okkur and the very next day, og svo næsta dag will matter on that great and final day. mun skipta máli á þessum stóra og mikla degi. Maybe no one will write a biography of our life for publication in this world. Kannski mun enginn skrifa ævisögu og gefa hana út af okkar lífi í dag. But God is writing our biography for publication before him. En Guð að skrifa ævisögu til útgáfu One day. frammi fyrir honum. One day it will be read. Einn dag mun þetta vera lesið upp. And it will be revealed what we did with God-given opportunity to live for him. Og þá mun þetta vera birt og can you repeat that? It will be revealed what Já, we did. það mun birtast hvað við gerðum við öll þau tækifæri sem Guð gaf okkur til þess að lifa honum til dýrðar. So King Solomon's final closing statements have three main points. Þannig að loka yfirlýsing Salomons konungs með
segja eftirfarandi on how we should be living our lives. og þau eru að segja hvernig við eigum að lifa lífin okkar. And it can be summarized in 3 sentences. Og við getum tekið það saman í 3 setningar. It's time to decide. Það komin tími til þess að taka ákvörðun. It's time to obey. Það komin tími til þess að vera hlýðin. And it's time to live. Og það komin tími til þess að lifa. Do you remember that during Solomon's time, he set his heart to search out what this life has to offer? Og þegar að Salomon var uppi, þá einbytti hann sér að leita að því sem að þetta líf hefði upp á að bjóða. He summarized his findings in chapter 1 of Ecclesiastes, where he said, vanity. Og hann tók saman svona niðurlag af því sem að hann uppgötvaði og skrifaði niður í kapla 1, þar sem að hann sagði hégómi. All is vanity. Allt hégómi. Instead of experimenting like Solomon, og í staði fyrir að upplifa þetta eins og Salomon, maybe we need to learn from his experiences þá þurfum við kannski bara að læra af hans reynslu and live a life that was meant to be in the first place. og bara lifa lífi eins og okkur var ætlað að lifa frá upphafi. So learning from the life of King Solomon and the advices given by the wisest person who ever lived, Og það að læra af Salomon konungi og þeim manni sem var vitrasti maður sem uppi hefur verið. we need to decide whether we are going to continue looking for meaning of life in shady ways of this world, Þá þurfum við að taka ákvörðun hvort við ætlum að halda áfram að leita að einhverju tilgangi á skuggahliðum þessa lífs, þessum heimi, or accept the life that is offered by our Savior. eða að þiggja lífið sem að frelsari okkar býður okkur upp á. The famous verse in the Bible, John 3:16, Í Jóhannesi 3:16 frægt biblíuvers, says it all. það segir For allt. God so loved the world that he gave his only begotten Son, Því að svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn eingetinn, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. You matter to him so much Þú skiptir hann svo miklu máli. that he is offering you eternal life Hann with him in heaven. Hann að bjóða þér upp á eilíft líf með honum á himnum. Well, you can but need not to Þú getur, en þarft ekki, keep searching for what is already pointed out in this world. að leita að einhverju sem að nú hefur verið bent á í orðinu. It's time to decide how you want to live your life. Það komin tími til að þú ákveðir hvernig þú ætlar að lifa þínu lífi. Next, after your decision, Og eftir að þú tekur þessa you ákvörðun, need to start obeying. þá þarfst að fara að byrja að hlýða. What to obey? Og hlýða hverju? In verse 13, it says, fear God and keep his commandments, Og í versi 13 stendur, óttast Guð og haltu hans boðorð, for this is the whole duty of man. því að það á hver maður að gjöra. In Proverbs 28:14, Og ef við förum í orðskviðina the first part 28:14, it says, happy is the man that feareth. og í upphafi stendur, sæll sá maður óttast, We think fearing God will lead you to dread, og við heldum kannski að hræðast eða óttast Guð, þá það hræðilegt. but fearing God means putting him or making him the center of your life. En þetta þýðir bara að gera hann að miðdepli lífsins. And when he is our priority, Og þegar hann forgangurinn okkar, then his plans automatically become our priority. að þá verða hans áform okkar forgangsatriði. So he sets the tone for our life. Þannig að hann setur svona undir tónin fyrir lífið okkar. Fearing God means keeping his commandments. Að óttast Guð einfallega að halda boðorð hans. This is the central to Christianity. Þetta miðdepill kristninnar. We have to notice that it says this is the whole duty of man in verse 13. Við þurfum að athuga í versi 13, þá kemur fram að því að það á hver maður að gjöra. Fearing and following God is what we are made for. Að hræðast og fylgja Guði, við erum sköpuð fyrir það.
to our human mind, Í huga okkar mannana, commandments may seem too difficult to follow. þá finnst okkur boðorðin erfið að fylgja. Overbearing at times, Of þung, yeah. íþingjandi, ekki? But if we have decided to follow him, En ef við höfum ákveðið að fylgja honum, then he will give us everything we need to be able to obey his commandments. þá mun hann gefa okkur allt sem við þörfnumst til þess að fylgja hans boðorðum. We can ask maybe our elderly here, but that is true, isn't it? Það ekki satt? When we set our minds to God, Þegar við beinum huga okkar til Guðs, everything seems easy to follow allt verður his auðveldara. commandments. Þá verður alltaf auðveldara að fylgja hans boðorðum. So our desires will be always to turn to his will, Þannig að langanir okkar munu alltaf vera að gera hans vilja and obedience will be shifted to auto-response. og hlýðni verður bara svona að við gerum þetta án þess að hugsa það. It might be uncomfortable at times. Getur verið óþægilegt á stundum He will take us to scary places, og hann mun leiða okkur jafnvel á staði þar sem að við getum orðið hrætt. but not one of them will be bigger than our God. En ekkert af þeim stöðum mun vera stærri en Guð okkar. He may ask us of more than what we might want to give, Hann gæti beðið okkur eitthvað meira en það sem við viljum gefa, but he's the one who gives us more than we could ever imagine. en hann gefur okkur meira en við getum nokkuð tímann ímyndað okkur. And knowing that he is our provider. Og við getum vita það að hann sá sem kemur á móts við okkar þarfir. And at the end, that as we follow him imperfectly, Og að lokum ef við fylgjum honum fullkomlega, but truly, en að sönnu, we find in him what we are looking for. þá finnum við í honum það sem við vorum að leita. We find the fullest life possible. Og við finnum líf í fyllstu gnægð. This is wisdom. Þetta viskan. This is the path of life. Þetta vegur lífsins. This is the path of joy. Og þetta vegur gleðinar. And after we decided to obey, Og eftir að við ákveðum að hlýða, it's time to live. þá kemur tíminn til þess að lifa. In verse 14 states that, for God will bring every deed into judgment, Í versi 14 kemur fram að Guð muni leiða sérhvert verk fyrir dóm with every secret thing, whether good or evil. Yfir öllu því sem hulið, hvort sem það gott eða illt. This will brings us back to the judgment as what I've mentioned earlier. Og þetta leiðir okkur til dómsins sem ég myndist á áðan. And you notice that the word judgment may give a very negative connotation. Og þið tóku eftir því að orðið dómur hefur svona neikvæða hljóm. But it is in judgment of God that we find meaning in everything. En í dómi Guðs finnum við tilgangin af öllu. And this judgment of God is not something we can avoid. Og þessi dómur við getum ekki forðast þennan dóm. For he said, God will bring every deed into judgment and every secret thing, whether good or evil. Því Guð segir að sérhvert verk verður leitt fyrir dóm sem haldið verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. So all our life falls under the judgment of God. Þannig að allt líf okkar mun falla undir dóm Guðs. Here is the most interesting way, two things that I'm going to talk about judgment. En hér tvö athyglisverð atriði sem ég ætla að minnast á í tengslu við dóminn. They are condemnation. Það að vera condemnation. Já, það að vera fordæmt. And evaluation. Og vera metin. Evaluation. Evaluation. Metin. Metin. Okay. Að meta eitthvað. Evaluate. Yeah, evaluate. For those outside of Christ, fyrir þá sem eru ekki hjá Kristi, who reject his offer to receive the gospel, og þau sem hafna þessu boði að taka við fagnaðarerindinu, the final judgment hinn lokadómur mun vera of condemnation
af fordæmingunni and banishment from God's presence. og að vera bannað að vera nálægt Guði. But for those in Christ, En fyrir þá sem eru í Kristi, the final judgment að lokadómurinn will not be a judgment of condemnation muni ekki vera fordæmingardómur because Christ took that for us on the cross. Hann tók þetta fyrir okkur á krossinum, hann Jesús. It will be instead a judgment of evaluation. Þetta mun vera dómur mats Mat. And in that evaluation, og í þessu mati he will look at how we lived our lives daily. og þá mun að líta á það hvernig við lifðum lífi okkar daglega. He will look at how our behavior was when no one was watching. Hann mun líta á hegðun okkar þegar að enginn sá til. He will look at how we treated each other, Hann mun líta á það hvernig við komum fram við hvort annað. what type of words we said to each other or spoke Hvaða orðið sögðum við hvort annað or wrote. eða við skrifiðum. He will evaluate our actions in every situation, big or small. Og hann mun meta hegðun okkar á stórum eða smáum skala. So now I'm just wondering, Svo nú ég bara að velta fyrir mér, how will that day be like for me hvernig mun þessi dagur vera fyrir mig? when I will be standing in front of the judge Þegar ég mun standa frammi fyrir and dómaranum each action, og hvert verk deed, og hegðun, word, orð, gesture, framkoma and behavior will be evaluated. og hegðun mun vera lagt mat á hegðun. Remember that you and I, Ég og þú, we all are matter to him. Við skiptum öll máli fram fyrir honum. So much. Svo mikið. And as established before, everything that we do, Og eins og ég sagði áðan, allt sem við gerum, every word we say, hvert orð sem við segjum every gesture that we make, og hver hegðun sem við gerum eða all our framkoma actions and deeds, og hegðun og gjörðir, big or small, stórar eða litlar, matter to him a lot as well. skipta miklu máli fyrir honum. So it is very important that our lives are in tune with the commandments given to us by our ultimate judge. Þannig að það er mjög mikilvægt að líf okkar þau séu stillt inn á boðorðin sem eru gefin okkur af hinum æðsta dómara. In order to live a life that is centered in him, we need Til þess að geta lifað lífi sem hefur hann að miðpunkti, three things: to decide, þá þurfum við þrennt. Við þurfum að ákveða, to obey him, við þurfum að hlýða honum and live a life that pleases him. og lifa lífi sem er honum þóknanlegt. So let us learn from the best King Solomon Við skulum læra af hennum besta Salomon konungi and consider what the world has to offer as vanity and focus on the life eternal promised through the blood of Jesus. og velta fyrir okkur hvað What the world has to offer as vanity. hvað heimurinn hefur upp á að bjóða sem hégóma og einblína á líf sem er eilíft, sem okkur hefur verið lofað fyrir blóð Jesú Krists. Instead of spending our energy, Staði fyrir að verja orku okkar, resources, eignum, time, tíma and efforts og bara kröftum on the most trivial things of this world, af þessum alls konar hlutum í heiminum, let us focus on Philippians 4:8. þá skulum við frekar einblína á Filippibréf 4. kafla og 8. vers. Where it says, Ég fletti beint upp á því. oh, Sem segir, finally, brethren, að endingu bráður, whatsoever things are true, allt sem er satt, whatsoever things are honest, allt sem er göfugt, whatsoever things are just, allt sem er rétt og hreint, whatsoever things are pure, allt sem er elskuvert. whatsoever things are lovely, Þetta er ekki alveg eins þýðing, sko. You just finish yours. whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Þannig að hvað sem er dyggð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það.
according to King Solomon, the wisest man who ever lived, and a man of God. Já, samkvæmt Salomon konungi sem að var vitrasti maður sem að hefur verið uppi og gekk á Guðs vegum, This is what matters at the end. segir að þetta sé þessi skipti máli að lokum. Amen. Amen. Já, takk kærlega fyrir þetta, Judel. Takk fyrir að stíga svona inn í fyrir hann gafinn. Það er bara mjög lofsvert að gera það, bara síðustu stundi. Og við skulum syngja núna síðasta sálmin okkar, númer 35, og það er Guð minn gæti þín, og ekki standa upp á meðan þegar við syngjum. Og við skulum hugsa til hvers annars hérna inni með þessum orðum þegar við erum að syngja og muna þannig kærleika sem við berum til hvers annars eða okkur ber að bera til hvers annars. In the first book of John 4:16,
I will read in Icelandic. Í fyrsta brefi Jóhannesar, 4. kapla og 16. vers, þá ætlum ég að lesa. Vér þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Amen. Amen. Já, tilkynningarna það koma hérna upp á skjáinn og þið sem vilja koma með tilkynningar endilega vil minna á það að senda þær þá til Kristjáns Ara, gerir ég ráð fyrir. Og ég vil bara minna á það að næsta hvíldardag þá eru alla kirkjurnar okkar á Íslandi sameinaðar úti á Hlíðardalsskóla sumarmóti, þannig að hérna mun vera lokað, það sem sagt, þetta eina skiptið á árinu sem lokað hér. Og þá skulum við fara í deildirnar okkar, gjörið þið svo vel. Kitty, takk fyrir að gefa mér aftur mikrofónin. I just want to announce it also in English that the church will be closed here next Sabbath because we are meeting at the summer camp at Hlíðardalsskóli, all the churches of Iceland, so that you won't come here and everything is closed.